Í dag ég stödd í Miklabæjarkirkju sem ein af 8 kirkjum í mínu prestakalli. Hinar kirkjurnar eru Ábæjarkirkja, Goðdalakirkja, Mælifellskirkja, Reykjakirkja, Hofstaðakirkja, Flugumýrakirkja og Silfrastaðakirkja. Og sólin skín í dag en það dálítill vindur eins og oft hér í Blönduhlíð. En suður í Álfu farið að vora. Í dag spáð þægilegum 15 stiga hita í baðstrandarbæjunum við Eyjahafið. Ég hef verið með hugan þar syðra undanfarna daga, því að pistill dagsins tekinn úr Filippíbréfinu. Páll postuli sem ritaði það þekkti sig ágætlega í bænum Filippi í norðanverðu Grikklandi. Rústir þessarar fornu borgar eru enn sýnilegar og í nánd við ferðamannabæinn Kavalas. Ef allt væri með eðlilegum hætti, væri fjöldi Íslandinga að baða sig í sólinni þar eða á öðrum ströndum og synda í tærum sjónum. Og við sem heima sitjum fengjum sendar myndir af börnum í stuttbuxum með ís og glöðu fólki. Filippíbréfið eins og ég sagði eitt af bréfum Páls postula. Til borgarinnar kom hann oft og þarna stofnaði hann fyrsta söfnuð kristins fólks í Evrópu. Páll hélt sambandi við söfnuði sína með því að senda bréf. Og bréfið til Filippímanna oft nefnt bréfið gleðina. Þar eru til dæmis orðin verið glöð, ég segi aftur, verið glöð. Og einnig skrifar hann, gjörið gleði mína fullkomna, með því örlítið umorðað að vera samtaka og sýna hvert öðru hlýju. En með hans eigin orðum, fyrst Kristur veitir kjark, fyrst kærleikur hans uppborðar, fyrst andi hans skapar samfélag, fyrst það ríkir hlýja og samúð, gerið þá gleði mína fullkomna, með því að vera einhuga, hafa sama kærleika, einn hug og eina sál. Gerið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd. Verið lítilát og metið hvert annað meira en ykkur sjálf. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig hag annara. Páll ritar þessi orð úr klefa sínum í fangelsi. Hann ófær að ferðast og sjá vini sína. Og hann má segja, fangi áhygna af þeim, því að vinir hans eiga í innri baráttu og baráttu hver við annan. Öfund og hégómagirnd eitra andrúmsloftið. Elsku vinir, skrifar Páll. Hann biður þau að muna frekar eftir fallegri eiginleikum. Það þarf kjark til að gefa eftir. Og hann biður þau að sýna kærleika og taka við samúð og gefa hlýju á móti, því að þið, segir hann, þurfið á því að halda að standa saman. Við sem byggjum Ísland getum verið stolt af því, hvernig samfélagið í heild hefur brugðist við COVID-faraldrinum og skynsemi. Fólk hefur tekið leiðbeiningar yfirvalda alvarlega og samið sig að aðstæðum. Við höfum verið einhuga. Mörg eru þau sem hafa sýkst og orðið að vera í einangrun og enn önnur í sóttkví. Þetta reynir á og enn sjáum við vart til lands. Þetta álag og ástandið krefst þolgæðis. Það að missa ekki móð og missa ekki þolinmæðina. Best gæti ég trúa því að þar sem nándin verður of og dregst í tíma á heimili eða vinnustað,
þolinmæðina fari að skorta, sem eðlilegt þegar óttinn við afleiðingar sýkingarinnar vex. Þetta dauðans alvara. Verið með sama hugarfari og Kristur Jesús, skrifar Páll, sem sagt hugsið eins og hann. Og hann rifjar það upp þegar Jesús kom til Jerúsalem í nánd páskanna og honum var fagnað sem konungi. Fólkið lagði pálmagreinar, þannig heiti dagsins, til komið, og fötin sín á jörðina. Móttökurnar voru konungi samboðnar, en Jesús hegðaði sér ekki þannig. Hann kom í auðmýkt, á fola undan áburðargrip og nýtti sér ekki yfirburði sína. Hann hefði getað beðið eða tekið sér léttari leið en að þola háðsglósur og vera kvalinn til dauða á krossi, hann sem konungur, dásamlega góður maður og auk þess Guð. Eða gat hann það? Nei, hann skaparinn og þín örlög eru hans örlög. Hann fyrirmyndin okkar. Það okkur eðlistlægt að sýna samúð og þykja kjark og eiga von. Nýverið las ég 2 bækur. Bókina Jakobínu eftir Sigríði Kristínu Þorgrímsdóttur og Hjá grassins rót eftir Hólmfríði Kolbrúnu Gunnarsdóttur. Þar sem afkomandi kynnir sér og okkur lífslaup gengina forfeðra og mæðra. Iðulega eru það bréf fólks á milli sem varpa ljósi á atburði. Það vakti furðu mína og aðdáun hve opinskátt fólk hefur verið sinn innri mann og tilfinningar. Í bréfunum tjáð ást og fölskvalaus gleði daglega lífið, en einnig togstreita og vonbrigði. Það ríkir trúnaður. Í svörunum berst ekki aðeins samúð, heldur hefur bréfritari sett sig í spor þess sem spyr og sendir oft svör sem lækna. Það fallegt að finna svo sterka tengingu á milli fólks. Þar eru málin tekin alvarlega og bréfritarar svara hvert öðru af sanngirni og heiðarleika. Þótt fólkið hafi ekki getað hist svo mánuðum skipti, hvað þá knúsast og kysst, berst hlýjan óskert með póstinum. Nú til dags höfum við enn betri leiðir til að sjást, með því að skæpa og nota alla tæknina. Og við stöndum þannig með pálmann í höndunum. Við höfum ráð til að snúa á ótta og einveru og sjá hluti í nýju ljósi. Sem einmitt það sem gerðist þá daga í Jerúsalem sem nú fara í hönd. Eftir alla gleðina á pálmasunnudag mistu fylgjendur Jesú alla von á föstudaginn langa, en því illa snýr Guð til betri vegar. Gröfin tóm, Jesús lifir.
Framundan er skemmtilegasti dagur ársins. Þetta heyri ég daglega auglýst í útvarpi og sjónvarpi og það er sagt vegna þess að þá fáum við páskaeggin. Og það er svo gaman að leita að eggjunum, finna og lesa málsháttin. Við höfum þennan sið í sunnudagaskólanum okkar á Löngumýri og oftast er veðrið nógu milt til þess að við getum verið úti og sólargeislar gæjast á milli trjágreina og leika undir ærsl og hróp barnanna þegar egg er fundið. Og svo lesum við málshættina upphátt hvert fyrir annað. Einn getur hljómað oft stoppar strætó á Hlemmi eða annar er svona öll él birtir upp síðir. Það er satt. Amen.